Í þessu kennslumyndbandi verður farið í gegnum hvernig er hægt að nýta sér upptökur, sem sagt svona raddupptökur. Og ég ætla að byrja á að sýna ykkur hérna forrit sem að ég hef notað sem er ekki innbyggt í tækið. Ástæðan fyrir því að ég hef notað það er svo að þetta virkar í öllum tækjum og það er hægt að deila skránum bæði sem MP3 og MP4. Já, til þess að þið getið náðu í forritið þá er gott að fara inn á til dæmis App Store og ég skrifa heitið á því og það heitir Awesome Voice Recorder. Og þarna sjáum við að það eru til ýmsar útgáfur. Ég er bara með þessa ókeypis útgáfu og við förum á hana og opnum. Og þá birtist þessi valmynd. Til þess að taka upp þá í rauninni ýtir maður bara á upptökutakkan og þá hefst upptakan. Og núna væri ég til dæmis að taka upp það sem ég væri að segja núna. Þannig að það eru rauninni 2 takkar. Það er annar takkin sem er upptaka. Þið getið eitt að pásu ef þið eru að stoppa ykkur tíma og haldið síðan áfram að taka upp og þá kemur bara smá bil á milli. Og svo þegar maður er búinn að taka upp það sem maður er að vill taka upp, þá ýtir maður á stopp. Ástæðan fyrir því af hverju maður ætti að nota svona upptökur eru margs konar. Það væri hægt að nota til dæmis til að æfa upplestur, til þess að safna gögnum í staðinn fyrir að skrifa þau og bara til þess að taka upp hljóðskraf til að nota í einhverju verkefni. Og ég ætla að byrja á því, ég ætla bara að setja núna, af því að þetta er bara að pröfa, þá ætla ég að skýra bara að pröfa hérna og vistana. Og þá er hún vistuð bara í mitt tæki. Þá ætla ég að sýna ykkur aðeins hvernig stillingarnar virka. Það er þannig að það er hérna svona eins og mappa hérna neðst í vinstra horninu og ef ég ýti á hana að þá get ég séð upptökurna mína. Það eru til dæmis bara 6 upptökur hérna þegar ég er iPadum, ég noti þetta yfirleitt í símanum mínum og þá sé ég strax að upptökan sem ég var að taka upp að hún er komin hingað inn og heitir pröfa. Þannig að ef ég vil skoða hana, þá get ég séð hana hér og hvernig hún er inn í hljóðskrafnar og allt þannig. Það sem ég myndi hugsanlega vilja gera við þessa upptöku er að ég myndi vilja deila henni eða senda hann eitthvað annað. Þannig ég ætla að sýna ykkur aðeins hvernig það virkar. Og ég ætla að fara hérna tilbaka og aftur tilbaka og fara inn í tannhjólið sem eru settings. Er ýmislegt sem hægt er að gera hér. Maður getur haft þetta lokað með lykilorði og valið hvernig lita þeim að maður vill hafa. Hvort maður vill hafa svona ljóst eða dökkt. Ég finnst þetta þægilegra í dekkra. Og svo bara svona grunnstillingar. Og síðan get ég valið hérna ef ég vil deila. Hvar vil ég deila þessu? Ég til dæmis myndi gjarnan vilja tengja þetta við Dropbox hjá mér. Þannig ég ætla að gera það og ég ætla að leyfa þeim að fara inn í rauninni og deila inn Dropboxi. Ég myndi líka vilja hafa þetta inn á Google Drive. Þannig ég geti deilt þessu inn á Google Drive og þá bara birtist reikningur hérna sem að ég ætla að deila inn á. Og það er svona. Og þá er hún búin að vilja leyfa þetta. Og þá er ég rauninni búin að tengja við bæði Dropboxið og Google Drive. Og þá eru þær komna hérna inn á. Þá get ég farið aftur inn í upptökuna sem var í áðan fyrir hérna möppuna vinstra megin. Og ætla að skoða hérna upptökunar og pröfa sem ég tók á það. Nú ætla ég að senda hana í rauninni, ég ætla að deila henni með ykkur öðrum.
Ég get náttúrulega gert eitthvað við hana, ég get skipt nafn, ég get editað hana og ég get deilt og ég ætla að deila henni og ég get náttúrulega senda hana bara með tölvupósti eða sett hana inn á Dropbox eða Google Drive eða hvað sem og ég ætla í þessu tilfelli ætla ég að setja hana inn á Google Drive og þá hún í rauninni bara að spyrja mig í hvað mappu viltu að þetta fari alltaf og þá hún í rauninni komin þarna þannig ég get haft mappu sem ég deili með öðru fólki til dæmis ef að ég að skila verkefnum eða hef einhvers konar möguleika til þess að þá get ég verið að deila með öðrum bara með einu smelli þannig að það ýmsir möguleikar sem að upptökur bjóða upp á en bara gangi ykkur vel og takk fyrir þetta.